Hérna ég með glænýja bók eftir Einar Má Guðmundsson og hún reyndar kemur út bæði á dönsku og íslensku samtímis, Hundadagar. Einar, þú ert að skrifa aðalega Jörund hundadagakonung. Já. Og einhvern veginn stígur hann fram úr þessum blaðsíðum sem alveg ljóslifandi og ævintýraleg persóna. Já, hann var það náttúrulega og ég segi alla hans sögu, alveg sko, hann fæddur 1780 í Kaupmannahöfn og það var ansi erfitt að ala hann upp, hann hefði verið settur á mikið rítalín í dag og svo fer hann 14 ára á sjóinn og kynnist Englendingum og hann fer til Suður-Afríku, einn af landnemum Tasmaníu, kemur aftur til Englands og ætlar að sigra heimina í Danmörku með öllum þessum ensku hugmyndum sínum en svo eru Englendingar og Danir í þessu, það eru Napóleónsstyrjaldirnar og Englendingar eiginlega sprengja Kaupmannahöfn eða kveiki í henni og taka öll skip Dana og þar á meðal okkar skip Íslendinga og Jörundur endar sem stríðsfangi í Englandi kemur síðan með þessum kaupmönnum hingað og þannig má sko þar til hann fer svo aftur og situr þá í skuldafangelsum og þjáist af spilafíkn og alkohólisma og endar sem sko verður njósnari á meginlandinu og svo dæmdur til dauða en sleppur við dauðadóm og fer til Tasmaníu og þar sem sé lifir hann í 15 ár, fanginn sem kemur til Tasmaníu hann hefur varla lítið við þegar hann er lögregluþjónn. Þannig að þetta náttúrulega alveg stórkostleg persóna sko, en það á henni ábærslega margar hliðar, bæði einmitt sorglegar og skoplegar, enda vinn ég svolítið út frá því hvernig sagan endurtekur sig, bæði sem harmleikur og skrifaleikur. Þú segir náttúrulega, stundum veltum maður sem hvað er þetta skáldskapur, er þetta sagnfræði, en svo ertu líka kommentara, þú stekkur inn í nútíman og kommentarar á nútímaatburði og svo ertu náttúrulega með fleiri persónur sem þú tengir saman. Já, þetta náttúrulega kemur inn í þennan tíma koma til dæmis eins og Skaftáreldarnir sko, þeir eru 1783 og hafa þessi áhrif á gang sögunar eins og fransku byltinguna og allar þessar hörmungar sem yfir dynja en þetta eru tímar mikilvæg einmitt náttúruhamfara, fátæktar og eymdar en þetta líka tímar þar sem að sko ljósið og vonin fari yfir heiminn, tímar upplýsingastefnunar, byltingatímar, uppgangstímar til dæmis í Danmörku, danska ríkið aldrei sterkara en nær því síðan að verða gjaldþrota sko 1813 og svo þetta þessi hugmynd til dæmis Englendinga að ná okkur Íslandi og hafa okkur jafnvel sko okkur sem fangalnýlendu eins og Ástralíu þannig að við getum spurt okkur til að mynda hvar við værum í dag ef slíkt hefði gerst. Hvar værum við ef Englendingar hefði náð á völdum? Já, hvernig fóru þeir með sitt fólk sko þannig að ég að horfa auðvitað á þessa ótrúlega áhugaverða sögu sem cirka frá 1780 til 1840 svona af sjónarhóli nútímans og þetta auðvitað spurningin að við megum auðvitað aldrei gleyma sögunni, það skildi okkar að munana og svo sagan bara svo stórkostlegt sko sjónarspil og stórkostlegur leikvöllur til að læra af og þannig ég að spyrja mig sko einmitt þetta eins og Macbeth segir sko sagan sé full af mögli og muldri og merki ekki neitt sko sem sé, hún þetta en hún líka full af visku. Já, en sko þú segir, sögu hörmungana þetta sem eiginlega svona undanfarið þessa byltingaskeiðs, hana segiru í gegnum sko Jón Steingrímsson Eldklerk sem líka einn af maður ekki bara segja einn af æðislegustu mönnum Íslandssögunnar. Já, makalaus maður og svo annar maður sko sem kemur og líka þessi eins og með Jón sko við þekkjum eldgosið og bara þetta stöðvi hraunið alveg eins og við þekkjum þess að 2 mánuði í lífi Jörgens þegar hann kemur hérna en við þekkjum ekki til hans ástarsögu Jón sko sem þetta er alveg svakaleg saga hérna hvernig hann ákærður morð og hvernig hann tekur réttlæti sjálfur sko fram yfir lögin. Það er mjög áhugavert og sama svo er ég með annan stórkostlegan mann sem að sumir þekkja nafnið á en það Finnur Magnússon en hann stóð svona upp í hárin á Jörundi og fékk ótrúlegan frama hjá konginum í Danmörku.
hann stendur augliti til auglits við Jörund og hlýðir honum ekki, en hann verður þessi mikli fræðimaður sem á stóru málverki af krýningunni, en svo hann að stelja undan handritum og selja Bretum og líka lendir hann í þessu rúnamáli þar sem hann lesa ljóð út úr svona sem bara jökulruðningur frá ísöld og þess sem verður alveg gríðarlega frægt í Danmörku og Norðurlöndin og Finnur Magnússon skrifa 750 blaðsíðna bókum en sem reynist síðan bara að vera vitleysa. En svo eru konurnar í bókinni og við langar að nefna þær því að þær eru líka hugstæðar. Það er Guðrún í Dúkskoti, Guðrún Jónsson sem hefur verið svona femme fatale íslensk og vann í klúbbnum og fer svo út með englendingum. Fer út og á alveg bara svakalega sögu sko, sem endar eiginlega svona sem beiningakona í Kaupmannahöfn og hittir þar einmitt Finn Magnússon og var alltaf við áttum okkar 100 daga kóng, þá urðum við eiga okkar 100 daga drottningu. Svo önnur kona sem kemur við sögu Jörundar, það er María Freyser í Þýskalandi sem sé dóttir kaupmanns sem verslar við föður hans og Jörundur lendir þar og hann biður hennar í einhverju byrjaríi og þau segja bónorðinu tekið en Jörundur mæti náttúrulega ekki í sitt brúðkaup. Þá var hann í þessum njósnaleiðangri sem alveg furðulega og alltaf getur hann náð sér í peninga sem hann eyðir jafnóðum sem hann eyðir, hann gerir það og svo líka kannski ekkert alltaf að marka allar þessari skýrslur hans því að hann fer ekkert alltaf á staðina heldur eins og hann á að fara til Póllands en hann tala bara við pólska útlaga í Berlín og Bretarnir taka skýrslunum hans alveg eins og bara nýju netti sko. Og svo endar hann sína daga þarna í Tasmaníu og þar hann í tíu við, eða giftist hann miklu yngri konu, ískri konu sem hræðilegur alkohólisti og Nóra ég hef mikla samúð með henni og mér finnst eins og ég hef stúderað þessar sögur og ég les aldrei annað en margir, henni oft lýst á mjög neikvæðan hátt í heimildum en Nóra stúlka sem verður ófrísk, kornung barnið tekið af henni, hún send sem vinnukona til Englands, þar verður henni á að stela örfáum shillingum og dæmd til lífstíðarfangelsi í Tasmaníu. Og líf hennar bara sko, þannig að það ekkert skrítið sko þó að drykkjuskapur hafi orðið hennar viðbrögð við þessum aðstæðum. En eins og ég segi, þú ferð vítt og breytt og það má nú kannski segja. Og það alltaf magnað sko, Jörundur sko, að hann kynnist henni konunni sinni þegar hann tekur hana. Þetta eru ótrúlega margir þræðir í þessari bók. Ég held ég hef aldrei séð einhvern veginn dregna svona sterka mynd af Jörundi og hann bara furðulega nútímaleg persóna. Hann er alveg hann er líka þarna í Englandi dálítið sko einmitt þegar nútíminn að fæðast tengist þar framsæknustu bókmenntunum sem eru og að skrifa skáldsögur sjálfur og þetta eru svona eins og Gulliver í Puttalandi og allar þessar bækur, þetta Jörundur alltaf að lesa. Takk fyrir, Einar.